Pétur Blöndal heiti ég, alþingismaður, og ég ætla að fjalla hlutafélög og eigið hlutafélaga og hlutverk eigið fjárins. Einhver maður fær góða hugmynd framleiðslu á vöru eða þjónustu og hann ákveður að stofna þetta hlutafélag til að takmarka áhættu sína og hann á hérna peninga sem eru merkti grænir og hann leggur það fram í hlutafélagið og hugsaðlega einhverju vinir hans líka, fleiri hlutafar og það myndast hérna hlutafé sem er stofnfé fyrirtækisins og er eigið fé þessi byrjun. Út á þetta eigið fé fá hlutafarnir eða félagið lán og þeir nota þetta eigið fé til þess að borga laun og kaupa vélar og annað slíkt. Þetta er hlutafé í byrjun. Síðan gerist það að fyrirtæki myndar þær tekjur og sem streyma inn og hluti af tekjunum streymir aftur út sem gjöld, laun og skattar og annað slíkt, afskriftir og hluti af tekjunum fer hérna inn sem hagnaður og þá vex eigið féð. Það stækkar. Ef að hins vegar gjöldin eru hærri heldur en tekjurnar, svona, þá þarf að skjóta á hverju ári inn í dæmið, þá fer svona öfugur straumur hérna inn í, þannig að það þarf stöðugt að bæta við og eigið féð minnkar. Og það getur horfið með tímanum ef að hefur komið fyrir. En svo til ein leið í viðbót og það er það að auka að fyrirtæki gefa út aukið hlutafé og selji til fjárfesta, nýrra fjárfesta, sem að setji hérna inn pening og fái hlutabréf í staðinn og þá vex eigið fé fyrirtækisins við þá aðgerð eina. Þannig að það er til 3 leiðir til að breyta eigið fénu, það er stofnféð, það er að sala nýju hlutafé og svo er það hagnaður og tap sem að eykur það eða minnkar. Þetta er í grunninn þær aðferðir. En til hvers eigið féð, mikið eigið fé sýnir lánveitendum og byrgjum og nýjum hluthöfum að fyrirtæki er heilbrigt. Það hefur verið metið sem heilbrigðisvottur að fyrirtæki hafi gott eigið fé.